tekið fram að börn eiga rétt á því að láta í ljósi skoðanir sínar og að það sé hlusta á þau. Og þetta á ekki síst við skólann, þar sem að börn eiga svona löngum tíma í skólanum. Við ætlum að snúa okkur næst að grunnskólum og byrjum á að heyra í Sif Vígþórsdóttur, skólastjóra Norðlingaskóla sem skýra framtíðarsýn á það hvert grunnskólinn á að stefna. Það einhvern veginn þannig að til dæmis ef maður segir við grunnskólanemenda, alveg sama á hvaða aldar hann og alveg sama hversu mikill bókaormur hann ef þú mátt ráða því núna í heila viku, náni minn, hvað þú vilt gera, þá velur hann alltaf að gera eitthvað verklegt. Jafnvel þó hann sé mesti bókaormurinn í skólan. Því að við viljum vera að gera eitthvað verklegt og skapandi. Og við höfum, auðvitað hafa skólar mjög oft verið að leita leiða til þess að vinna með bókleg markmið á mismunandi hátt. En það frábær aðferð að nota verklegar leiðir til að vinna með bókleg markmið. Annars á grunnskóla, ef ég fer rétt með, þá minnir mig að við byrjum að kenna þeim að taka meðaltal í stærðfræðinni í 10 ára bekk. Og við erum að rifja þetta upp í 11, 12, 13, 14, 15 og 16 ára, alveg upp í 10. bekk. Og ég vil enn að rifja þetta upp í aðferðafræðinni upp í háskóla þegar við erum komin í mastersnám, hvernig á að taka meðaltal. Ef við sendum 5 nemendahóp út í skó og látum þau tálka sér spjót og taka og skjóta með spjótinu, mæla vegalengdina og taka meðaltal, þá þarf aldrei að kenna þeim þetta aftur og hugsa allan tíman sem við höfum til að kenna eitthvað annað að gera eitthvað annað í staðan fyrir alltaf vera að rifja upp það sama. Við byrjum að kenna orðflokka þegar þau eru 9 ára, við erum enn að kenna það þegar þau eru 16 ára og ég vil spyrja til hvers. Var ekki nær að þau væri að verða sérfræðingar í mótorkrossi eða hestamennsku eða í flóru Íslands eða einhverju öðru sem er spennandi og þau geta kennt líka hinn krökkunum. Þannig notum við áhugasviði. Svo finnst mér þetta einhvern veginn snúa svo mikið það að við eigum að hætta að reyna að steypa þau í sama mót. Við eigum að hætta að láta þau falla að þörfum skólakerfisins. Það hefur nefnilega verið að gera í mörg ár. Skólakerfið á að fara að falla að þörfum krakkana. Af hverju erum við ekki til dæmis með bara vinnudag nemanda frá 8 til 5 og það er allt þar innan. Frístundastarf, skólastarf, íþróttastarf og svo framvegis. Við höfum að koma foreldrum út úr gíslingum skuldtímans eins og ég kalla, sem er frá 5 til 8, þá eru foreldrar nemenda í Reykjavík, sitja þeir í bílum og keyra þess og krusum alla borg. Af því það þarf að fara í tónlistarnám og það þarf að fara í íþróttastarf, þetta bara vera inn á vinnutíman. Og það var skólastarf frá 8 til 9 og svo kemur frístundastarf inni. Að kennarar og frístundafræðingar vinni samhliða. Og börnin sé bara búin og fjölskyldur geta átt notlanlega tíma frá 5 til 8. Hætta einhvern veginn að halda okkur í þessari gíslingu þessum hraða og einhvern veginn að það sé ekki hægt að láta nemendur hafa sama vinnutíma og bara venjulegt verkafólk. Okkur sem erum bara að vinna á vinnumarkaðnum. Og svo leyfa unglingunum okkar til þess að ákveða hvenær þau koma í skólan og hvenær þau hætta á daginn. Þau virka miklu betur sem bara ef þau þurfa ekki að byrja fyrir klukkan 9:30 en ef þau þurfa að byrja fyrir klukkan 8. Þau þurfa bara að leysa ákveðin verkefni. Og börn eru svo frjó og skapandi að þau finna sér alltaf leiðir til þess að klára verkefni ef þau eru spennandi og gefandi og áhugaverð. Og við eigum einhvern veginn að bara hafa trú á þeim og leyfa þeim pínulítið að hafa frjálsræði og val og láta þau vinna í áhugasviðinu sín. Því að í áhuga er ótrúlega orka. Ég hef séð nemanda verða læsan á 6 vikur af því að hann var að vinna í áhugasviðinu sínu, þá búið að reyna að kenna hann að lesa í 4 ár á bók. En af því hann hafði lesið motocross á vefnum, þá var hann læs á 6 vikum af því að það var enginn að kenna að lesa. Já, þetta með agan. Það er nefnilega þannig að upptekið barn og hamingjusamt barn, það er ekki að gera neitt annað en gera sér að gagni og er niðursokkið í viðfangsefnin sín. Þess vegna þurfum við að agavandamál hafa oftast næst sprottið upp úr því að við erum að sníða þeim einhvern veginn umgjörð sem passar þeim ekki. Ef ég er ofvirk, þá hentar það mér ekki að sitja í 40 mínútur á sama stólnum, horfa fram, mig alls ekki tala við hina krakkana og eiga einbeita mér. Það er það versta sem mér er gert. Og hvað ger ég? Ég ger eitthvað sem mér getur kallað agavandamál. Ég myndi ekki segja að þetta væri bara svolítið sjálfstæði. Ef þau eru upptekin, ef þau mega standa upp og ræða saman, eru að vinna að ákveðnum viðfangsefnum, þá er bara engin agavandamál. Þar leystu við agan. Jón Pétur Símsen, aðstoðarskólastjóri við Réttarfarsskóla.